Svartdælskur Mars framöndan. Þetta fyrirbæri sem hefur vakið mikla athygli en kannski einhverjir sem að þekkja það ekki enn þarna úti í heiminum og við ætlum að kynnast Svartdælskur Mars. Vil ég kannski bara byrja á því að segja okkur frá því hvað Svartdælskur Mars? Svartdælskur Mars? Já. Á ég að byrja? Já. Sko, Svartdælskur Mars héraðshátíð sem hefur verið haldin frá því árið 2000 í Svarfa 2001 í Dalvíkurbyggð og gengur svona svolítið út á það að við erum að minna okkur á hver við erum og svona að halda upp á alls konar sérvisku sem að tengist menningu okkar út í Svarfaðardal og og það er svona fastir liðir á þessari hátíð. Það er til dæmis heimsmeistarakeppnin í brús sem náttúrulega allir þekkja. Hátíðin byrjar yfirleitt á því og síðan alltaf fastur liður sem Marsinn tekinn á laugardagskvöldinu og þriðji fasti liðurinn er síðan málþing og þá gjarnan einhvern málefni sem að lítur að menningu okkar og sérkennum á hinu svartdælska svæði. En hvernig kviknaði þessi hugmynd upphaflega? Þetta er nefnilega mjög merkilegt. Þetta gerist sama árið og annar hópur tekur ákvörðun að búa til fiskidaginn mikla. Og þetta semst í upphafi nýrrar aldar að þá virðast menn hafa verið svona frjóir að á sama tíma og menn í atvinnulífinu að velta fyrir sig hvernig getum við nú sýnt hver okkar sérstæða þar, að þá erum við menningarmegin að pæla hvernig getum við svona yddað og sýnt fram á sérstöðu okkar svona sem íbúa hér á þessu svæði. Og það er svo dálítið merkilegt, sko, þetta er í upphafi nýrrar aldar. Þannig að menn svona hafa verið að velta því fyrir sér, nú er allt að breytast og nú skulum við sannarlega sýna hver við erum og sanna okkar tilveru rétt. Og við gerum þetta eins og Hjörri var að lýsa hér, að finna út hver er okkar sérvisk og sérkenni. Og það má segja það að bæði brúsinn og massinn, það að taka massinn, þetta sko, ef ég maður útskýra það, sumir kalla þetta gamla massinn. Þetta í rauninni sko langur samkvæmisleikur, getur verið allt frá 1,5–2 klukkutímum upp í marga og að svona dansa á milli og við af lítillæti okkar sko höfum kallað þetta svartdælskan Mars, ekki sko gamla Marsinn heldur svartdælskan Mars af því að við viljum meina að þessi hefð hafi verið lifandi lengur í Svarfaðardal en annars staðar og full ástæða til þess að svona viðhalda henni þá formlega og sama í rauninni með brúsinn. Við fengum reyndar einu sinni heimsókn frá Grenivík þar sem að menn komu brússpilarar og hirtu gullkampinn sem eru verðlaunin sem heimsmeistarinn fær. En það var aldrei gerst aftur og það verður ekki gerast aftur. En allt þetta svona skemmtilegt sko. Þetta verður samt út. Ég veit hvað brús á orðin svo fræg en þið verða að útskýra brúsinn. Þetta sem sagt spil. Já, þetta spil svona með ekki öllum 50 spilunum en svona eins og helmingnum af þeim 34, 6, ég man ekki hvað mörg en já og það er allar svona öll gildi eru einhvern veginn endurskipulögð sko þannig að Laufagosinn hæstur og Hertogkóngurinn og síðan Spaða 8 og þetta dálítið skilt, rótskilt lomber skilst mér sko og þetta var mjög algengt spil hér víða land og spilað ennþá víðar sko og við viljum náttúrulega gegna yfir þessu eins og öðru svartdælingar en það skal tekið fram að við viljum gjarnan og við skorum á Grenivíkinga og aðra sem að spila brús að mæta í kvöld og spila við okkur og ögra svartdælingum. Okkur finnst það bara sko challenge ef kampurinn fer úr héraði aftur. En af því þú voru að nefna sérkenni svæðisins, Dalvíkur og Svarfaðardals og svæðisins í kring. Hver eru sérkenni og sérviska íbúa þessa svæðis? Og ég hugsa megin nú segja að það einkenni þetta svæði hvað menn hafa verið og eru félagslyndir. Og það kannski rakið til þess að Svarfaðardalur var þéttbýll, þétt var setinn Svarfaðardalur og það þegar að sveitir voru svona þéttbýlar að þá skapaði það þetta möguleika til þess að menn gátu átt mikið félagslíf og það var þannig og mér finnst það að vera mjög mikið einkenni á Svartdælingum og Dalvíkingar nú vel flestir sko þaðan runnir hvað fólk hefur gaman að því að skemmta sér og hvað hlúða svona skemmtilegheitum
brús til dæmis var bara kendur í Húsabakkaskóla. Já. Maður var bara hluti af sko því að ganga í Húsabakkaskóla, það var að kenna þeim að spila brús og þau væru sko örugglega góðir þáttakendur í félagslífi sveitarinnar. Og myndu náttúrulega tryggja framtíðar heimsmeistaratitla. Að sjálfsögðu. Já, ég held að þetta einkennir dálítið svæðið svona félagslega og menn eru, svo eru menn alltaf bara úrræða góður hugmyndaríkir og söngelskir og vita alveg af sér sko. Hérna við erum ekkert að fara neitt launkoðað með það sem við erum og getum. Engin sérstök minnmáttarkennd. Nei, það er ekki að hrjá ykkur. En að málþinginu sem verður núna, hvaða yfirskriftir núna? Sko málþingi núna, það er alltaf, málþingi er alltaf helgað einhverju svartdælsku málefni og það hafa verið ýmis málefni gegnum tíðina við höfum mikið velt okkur upp úr fornbókmenntunum svartdælsku, þar við tölum stappa þar. En núna þetta árið þá vitnum svo til að það er 100 ára afmælisár Kristjáns Eldjárns, forseta lýðveldisins og þannig að það var náttúrulega af augaleið að dagskráin yrði helguð honum í þetta skiptið. Yndislegt, bara gleðilegan svartdælskan mars. Takk, sömuleiðis. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.